sá mig alltaf fyrir bara sem að reka mitt eigið fyrirtæki. Ég ekki alveg að fungera bara á launaskrá einhvers staðar. Ég þarf alltaf að vera að gera eitthvað sjálfur. Maður er alltaf með hausinn á miljón að reyna að finna eitthvað nýtt til að gera. Hvort sem það innan fyrirtækis eða bara eitthvað svona sjálfur. Fyrst sinn þá vann maður rosalega mikið og bara svona búa til eitthvað bara svona það sem bara eðlilegir hlutir í dag sem bara svona daglegir í rekstrum og maður verið vannvoðalega mikið á þess að geta selt út vinnuna. Maður þarf að leggja rosalega mikið á sig til þess að koma ykkur af stað. Hugarfarið þar var bara að ávinningunum muni koma seinna. Helstu áskoranir eru bara mannleg samskipti. Það er það sem maður er að gera allan daginn. Maður er að tala við hina og þessa kúnna sem eru allir mismunandi og maður þarf einhvern veginn að aðlaga sig að hverjum og einum. Ég vissi í raun og veru ekkert hvað ég átti að búast við á sem fyrsta kynningafundi. Það voru þannig kannski einhverjir 10 manns. Þá farið í svona, ein mann rétt svona stikla á stóru yfir að raun og veru allt sem var í framöndan. Það var einn þarna í hópnum sem fékk svona smá, það var tekinn svolítið fyrir og það bara kveikti meira í mér. Maður kom svona út alveg bara svona, ég var bara strax til í þetta. Brynjar, hann er svo óhræddur við að segja hlutina beint út og menn í minni stöðu og bara fólk almennt. Það er bara gott að því að heyra hlutina eins og þeir eru og annars gera þessu ofta ekkert grein fyrir því. Þannig að mér finnst það mjög mikilvægt. Þá fær maður bara aðra sýn á hlutina. Maður sé ekki alltaf bara fastur í sínu og fastur í ykkur sama og það er kannski ekki fólk að pönkast í mann allan daginn. Þannig að maður einhvern veginn bara heldur áfram á einhverju einni leið. Svo leiðum að fara kannski eitthvað áreiti úr öðrum áttum og einhverju hlutum sem maður hefur bara ekkert pælt í. Það bara opnar sjóndeildarhringinn og maður fer svona kannski pæli í öðrum hlutum. Að koma á vinnustofur finnst mér bara mjög skemmtilegt og það er líka mjög áhugavert að fá input frá öðrum þáttakendum. Þegar Brynjar er að tala og svo fer salurinn eitthvað og kemur einhver dæmi og það er oft líka bara mjög lærdómsríkt. Ávinningurinn er öðruvísi en ég bjóst við. Hann er miklu persónulegri. Hann er miklu meiri í svona heima fyrir og bara svona daglegum rútínum eða það sem maður gerir. Og svo einhvern veginn smittar það sig bara inn í vinnuna. Það er kannski aðalega bara hvernig maður farin að hugsa bara samskipti heima fyrir, uppeldi. Maður gleymir sér alveg og eiginlega örugglega oftar en ekki, en þetta allavega er búin að opna hugamann fyrir nýjum leiðum til þess að bara til dæmis áskorunni fyrir börnin sín og undirbúa þau fyrir hvernig þau geta tæklað alls konar hluti. Key Habits er klárlega með bestu ákvörðun sem ég tekið á mínum fullorðinsárum.